Ágætu útskriftarnemar, starfsmenn skólans, afmælisárgangar, Ólína Þorvarðardóttir, fyrrverandi skólameistari og aðrir gestir. Ég býð ykkur öll velkomin til þessara útskriftarrathafnar. Gleðilega hátíð. Við byrjum á því að Hildur Halldórsdóttir, aðstoðarskólameistari, kemur nú hér upp og flytur skýrslu skólans. Gjörðu svo vel. Komið öll sæl og gleðilega hátíð. Hér verður stiklað á stóru varðandi skólastarfið í menntaskólunum á Ísafirði á skólaárinu sem nú að enda. Og ég þarf að taka niður gleraugun. Svona þetta, árin færast yfir. Kennsla hófst þann 20. ágúst en nýnemar höfðu þá mætt á sérstaka kynningu þann 15. ágúst. Við upphaf haustanar voru 435 nemendur skráðir í skólan, 221 nemandi í dagskóla, 55 í lotubundnu námi með vinnu og 159 nemendur í fjarnámi. Við lok annarinnar hlutu 407 nemendur lokamatt og heildarbrotthvarf nemenda úr skólanum var því 6,4%. Það óvenju lágt brotthvarf þegar horft til hve hátt hlutfall nemenda í fjarnámi. Við upphaf voranar voru skráðir nemendur samtals 427. Þaraf voru 188 í dagskóla, 78 í lotubundnu námi með vinnu og 161 fjarnemandi. Kennsla í fjarnámi einn helsti vaxtarsproti skólans, þar sem nemendur stunda nám víða landið og einnig búsettir út í heimi. Hér í dag útskrifast 3 nemendur sem eingöngu hafa verið við nám í skólanum í fjarnámi en sífellt færist í vöxt að fjarnámsnemendur velja að hafa MÍ sem heimaskóla og útskrifast frá honum. Í haust hófu 5 arabískir nemendur nám við skólan en þau voru hluti af hópi sem hlaut alþjóðlega vernd á Íslandi og settust að í Ísafjarðarbæ og Súðavík síðastliðinn vetur. Að mörgu var að hyggja við móttöku hópsins sem að mörgu leyti tókst vel. Nokkrir framhaldsskólar hafi í kjölfari leitað til MÍ og óskað eftir upplýsingum móttökuna enda hefur þeim skólum fjölgað á landinu sem fá sambærileg verkefni. Koma arabísku nemendana hefur lífgað upp á skólabraginn og gefið okkur innsýn inn í framandi menningarheim. Skólastarfi gekk vel í vetur og starfið einkenndist af eldmóði og vinnugleði. Þessa sér stað í niðurstöðum könnunarinnar stofnun ársins, þar sem hæstu einkunnir sem starfsmenn gáfu skólanum eru í þáttunum jafnrétti og ánægja og stolt. Sjálfstæði í starfi og starfsandi fylgja þar fast á eftir. Stjórnendur skólans eru ánægðir með þennan vitnisburð og munu í samvinnu við starfsmenn greina niðurstöðunar en frekar með það að markmiði að bæta skólabraginn. Áfram var í skólanum unnið með leiðsagnarnám. En sú kennsluaðferð hefur að okkar mati gefið góða raun og leitt til þess að nemendur hafa orðið meðvitaðri markmið sín í námi. Lokapróf heyra nú nánast sögunni til, en námsmatsaðferðir eru fjölbreyttar og lögð áhersla á verkefni sem reyna á þekkingu, hæfni og leikni. Til að skerpa betur á aðferðum leiðsagnarnáms fóru kennarar og stjórnendur skólans á 2 daga námskeið í London í október. Sú ferð var vel heppnuð og veitti gott vegarnesti inn í áframhaldandi vinnu með leiðsagnarnámið. Að þessu sinni brautskráður annar árgangurinn samkvæmt nýrri námskrá stúdentsprófsbrauta og jafnframt eru hér í dag í 3. sinn útskrifaðir nemendur af lista- og nýsköpunarbraut sem hóf göngu sína haustið 2016. Á þessum brautum að finna ýmsar nýjungar í námi og má þar nefna áfanga í hugmyndum og nýsköpun, jafnréttis- og kynjafræði og umhverfis- og áttagafræði. Það okkar von að með nýrri námskrá takist okkur að undirbúa nemendur enn betur undir frekara nám og störf. Eins og áður verk- og starfsnám öflugt við skólan. 4/4 nemenda sem brautskráist í dag koma úr verk- og starfsnámi. Skólinn nýtur góðs stuðnings nærsamfélagsins, sérstaklega varðar verk- og starfsnám og hefur átt í góðu samstarfi við fyrirtæki hér á svæðinu langt skeið. Skólinn hefur í gegnum tíðina einnig notið mikillar velvildar ýmissa félagasamtaka og styrktarsjóða til tækjakaupa. Þetta skólaár var þar engin undantekning og var bætt talsvert í tækjakost meðal annars í húsasmíðadeild og málmsmíði. Velunurum okkar öllum eru færðar kærar þakkir fyrir stuðninginn. Í vetur var annað árið í röð boðið upp á lotubundið nám með vinnu í húsasmíði. Enn mikil eftirspurn eftir þessu námi og gert ráð fyrir að 3. hópurinn fara á stað í haust. Nú þegar komið biðlisti í námið.
Skipstjórnarnám er einnig kennt í lotubundnu námi með vinnu í samvinnu við Tækniskólann í Reykjavík og það sama á við sjúkraliðanám en það er í samvinnu við Fjarmenntaskólann sem er samstarfsvettvangur 13 framhaldsskóla á landsbyggðinni. Sá samstarfsvettvangur er skólanum mikilvægur og gefur nemendum okkar möguleika á að komast í áfanga sem ekki eru í boði hjá okkur á hverri önn. Skólinn á í góðu samstarfi við 2 erlenda framhaldsskóla, EUC Lillebælt í Fredericia í Danmörku og Lycée Saint-Marie du Port í Les Sables d'Olonne í Frakklandi. Á haustönn komu 4 danskir málmsmíðanemar frá Lillebælt og dvöldu hjá okkur við bæði nám og vinnu og á vorönn komu svo 9 nemendur ásamt kennara sínum frá Danmörku og dvöldu hér í 2 vikur við nám. Frá MÍ fóru 3 málmsmíða- og vélstjórnarnemendur í lok mars til 3 vikna dvalar í Danmörku. Nemendasamskiptin við franska skólan fara fram annað hvert ár og verða næst á vorönn 2020. Það er trú okkar að nemendaskipti af þessu tagi séu nemendum til góðs og þau setja skemmtilegan svip á skólan. Í haust hóf afreksíþróttasvið aftur starfsemi við MÍ eftir nokkurt hlé. 32 nemendur í 5 íþróttagreinum stunda nú nám á sviðinu og vonir standa til að í haust fjölgi bæði nemendum og greinum. Afreksíþróttasviðið er samstarfsverkefni Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps og unnið er með íþróttafélögunum Herði, Vestra, SFÍ og HSV og með sjúkraþjálfun Vestfjarða. Nemendum á afreksíþróttasviðinu stendur til boða sérsniðið nám sem hentar vel nemendum sem æfa mikið og vilja stunda sína íþrótt með álagi afreksmanna samhliða námi. Öðru hvoru í vetur var ýmiss konar uppbrot á hefðbundnu námi. Heilsudagur var haldinn á haustönn í annað sinn og var hann undirbúinn í valáfanga í íþróttum. Á heilsudeginum gátu nemendur reynt sig í fjölmörgum ólíkum íþróttagreinum og var þátttaka góð. Vísindadagar voru haldnir í nóvember en þar gefst nemendum tækifæri til að kynna og sýna samnemendum, samstarfsmönnum og gestum afrakstur vinnu sinnar. Á vorönn voru 2 gróskudagar í sólrisuvikunni þar sem hefðbundin kennsla vék fyrir fjölbreyttum smiðjum og stuttu seinna var opið hús en þá var nemendum 9. og 10. bekkjar á norðanverðum Vestfjörðum sérstaklega boðið í heimsókn í skólan og var opna húsið vel sótt. Nemendur kynntu námsafurðir sínar á ýmsum vettvangi í vetur. 2 kvikmyndaralli voru haldin í Ísafjarðarbíói þar sem nemendur í kvikmyndagerð sýndu stuttmyndir. Nemendur á lista- og nýsköpunarbraut kynntu verk sín á göngum skólans ásamt nemendum í áfanganum hugmyndir og nýsköpun og þá héldu verðandi stúdentar kynningar á lokaverkefnum. Öflugt nemendaráð var að störfum við skólan í vetur sem stýrði fjölbreyttu félagslífi. Nemendaráðið skipuðu þau Magnús Þórir Þorsteinsson, Jóhanna Ósk Gísladóttir, Karolína Sif Benediktsdóttir, Katla Vigdís Vernharðsdóttir, Guðrún Ósk Ólafsdóttir, Magni Jóhannes Þrastarsson, Ívar Tumi Tumason og Eyþór Smári Ringsteð. Við þökkum þeim kærlega fyrir ánægjulegt samstarf. Af ýmsu er að taka úr félagslífinu. Má þar nefna að hópur nemenda stóð fyrir stofnun Femínistafélags í skólanum á kvennafrídaginn 24. október. Að venju voru ýmsar keppnir haldnar. Lið skólans keppti í Gettu betur og komst áfram í aðra umferð en beið þá lægri hlut fyrir liði Fjölbrautaskóla Suðurlands. Morfísliðið komst í 16 liða úrslit en tapaði þá naumlega fyrir MÍ átti þó ræðumann kvöldsins. Söngkeppni MÍ var svo haldin í janúar og þar bar Kristín Haraldsdóttir sigur úr býtum og hún tók svo þátt í söngkeppni framhaldsskólana á Akureyri í apríl og var sér á skólanum til sóma. Öllu óhefðbundnari keppni var haldin á aðventunni þegar keppt var í jólaskreytingum í Gryfjunni. Nýtt af nálinni í félagslífi nemenda var meðal annars kótilettukvöld fyrir nemendur og aðstandendur þeirra og var það vel sótt. Á vordögum fór síðan fram góðgerðarvika þar sem nemendur söfnuðu áheitum til stuðningsbörnum í Jemen. Að vandalögðu nemendur mikla vinnu í undirbúning sólrisuhátíðar og dagskráin var metnaðarfull og fjölbreytt. Þá vann ritnefnd hörðum höndum að útgáfu skólablaðsins. Leikfélagið setti upp söngleikinn Ávaxtakörfuna undir stjórn Ingridar Jónsdóttur og afraksturinn var kraftmikil sýning sem sýnd var fyrir fullu húsi í 2 vikur. Eins og áður var gott samstarf milli leikfélagsins og listaskólana á svæðinu og ber að þakka þann mikla velvilja sem nemendum skólans er sýndur þegar kemur að svo stóru verkefni að setja upp heila leiksýningu. Stöðuleiki er í starfsmannahaldi skólans en frjósemi allnokkur. Þær Björg Sveinbjörnsdóttir og Dórótea Margrét Einarsdóttir bóknámskennari fóru í fæðingarorlof í kringum síðustu áramót
og Friðrik Hagalín Smárásson, verknámskennari, verður í fæðingarorlofi næsta vetur. Halldór Karl Valsson, forstöðumaður mötuneyti, verður í fæðingarorlofi í sumar og Arna Grétarsdóttir, sem leysti Friðgerði Ómarsdóttur fjármálastjóra af í námsleyfi í vetur, fór í fæðingarorlof í byrjun maí. Friðgerður mun snúa aftur úr námsleyfi þann 1. ágúst. Vera Sólveig Ólafsdóttir var ráðin í afleysingu í eðlis- og stærðfræði í lok haustannar en hún hefur nú sagt starfi sínu lausu. Gunnar Jónsson kenndi lista- og hönnunargreinar en hætti störfum við lok haustannar. Við þökkum Veru og Gunnari samstarfið og óskum þeim velfarnaðar á nýjum vettvangi. 2 nýir kennarar hófu störf áramótin. Ásgeir Helgi Þrastarsson stundakennari kenndi margmiðlun á vorönn og Bryndís Guðrún Bjarnadóttir kom til starfa við kennslu lista- og hönnunargreina. Páll Gunnar Loftsson, sem starfað hefur sem húsvörður og vistavörður við skólan í samtals 9 ár, lét af starfi húsvarðar vegna aldurs í nóvember. Við starfi húsvarðar tók Hermann Þorsteinsson. Páll starfaði áfram sem vistavörður en lætur af því starfi nú í annar lok. Við þökkum Páli kærlega fyrir samstarfið og óskum honum alls hins besta í framtíðinni. Að lokum viljum við stjórnendur þakka öllum nemendum og starfsmönnum skólans kærlega fyrir gott og gefandi samstarf á skólaárinu. Og þá komið að tónlistaratriði. Það eru þeir Gunnar Smári Rögnvaldsson, Pétur Erni Svavarsson og Tryggvi Fjölnisson sem ætla að leika fyrir okkur á blásturshljóðfæri ásamt kennara sínum Matthías Makele og þeir ætla að leika lagið Uptown Girl eftir Billy Joel. Gjörið svo vel. Gleðilega hátíð.
Þá er komið að brautskráningu og afhendingu verðlauna og ég býð þau Jón Reyni Sigurvinsson skólameistara og Stellu Hjaltadóttur náms- og starfsráðgjafa að koma hér upp. Í dag brautskráum við 40 nemendur og kveðjum 2 skiptinema. 3 nemendur verða brautskráðir með aðréttindi vélstjórnar, 2 nemendur með skipstjórnarréttindi A og 2 með skipstjórnarréttindi B. 4 nemendur verða brautskráðir með framhaldsskólapróf á lista- og nýsköpunarbraut, 3 af sjúkraliðabraut, 1 af starfsbraut og 26 stúdentar. 11 stúdentar eru brautskráðir á félagsvísindabraut, 1 af náttúrufræðabraut, 8 af náttúruvísindabraut, 5 af opinni stúdentsbraut og 1 með stúdentspróf af fagbraut. Auður Líf Benediktsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Auður, ég ætla að beða að snúa þess við. Auður Líf hlýtur verðlaun Landlæknis Íslands fyrir góðan árangur í heilsutengdum fögum. Auður Hulda Sigurgeirsdóttir, próf af starfsbraut. Álfdís Hrefna Þorleifsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Álfdís hlýtur þrenn verðlaun. Verðlaun danska sendiráðsins fyrir góðan námsárangur í dönsku, verðlaun Íslandsbanka fyrir góðan námsárangur í félagsgreinum og verðlaun Landsbankans fyrir góðan námsárangur í sálfræði og uppeldisfræði. Birgir Eydal, stúdent af náttúruvísindabraut. Birna Sigurðardóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Birta Lind Garðarsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Birta Dögg Guðnadóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Bjarni Pétur Marel Jónasson, stúdent af náttúruvísindabraut. Dagný Ösp Oddsdóttir er stúdent af opinni stúdentsbraut en hún er ekki viðstödd hér í dag. Dísa Líf Einarsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Dísa Líf hlýtur tvenn verðlaun. Verðlaun Hugvísindasviðs Háskóla Íslands fyrir góðan námsárangur í erlendum tungumálum og verðlaun Þýska sendiráðsins fyrir góðan námsárangur í þýsku. Einar Ási Guðmundsson lýkur A og B-námi skipstjórnar en hann er ekki viðstaddur hér í dag. Hann hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan árangur í skipstjórnarfögum. Einar Ásvaldur Sigurðsson lýkur vélstjórnarnámi A. Einar Ásvaldur hlýtur verðlaun til minningar hjónin Margréti Leósdóttur og Jóhann Júlíusson, gefin af Kristjáni G. Jóhannssyni og Ingu S. Ólafsdóttur. Verðlaunin eru veitt fyrir góða ástundun og árangur í vélstjórnargreinum. Ellen Ásdís Erlingsdóttir lýkur námi á sjúkraliðabraut. Hún er ekki viðstödd hér í dag. Og Fróði Benjamin Þrastarsson lýkur framhaldsskólapróf á lista- og nýsköpunarbraut og hann er ekki heldur viðstaddur hér í dag. En Fróði hlýtur verðlaun Málningabúðarinnar á Ísafirði fyrir góðan árangur í listgreinum fyrirgefið. Guðrún Á. Skólasdóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Guðrún Ósk
hlýtur menntaverðlaun Háskóla Íslands fyrir framúrskarandi námsárangur á stúdentsprófi og eftirtektarverða þátttöku í félagsstörfum. Auk bókagjafar fær verðlaunahafinn styrk sem nemur upphæð skráningargjalds fyrsta skólaárið kjósi Guðrún að hefja nám við Háskóla Íslands. Gunnar Smári Rögnvaldsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Haraldur Jón Sigbjörnsson, lýkur BA-námi skipstjórnar. Hildur Bryndís Jónsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Hjörtur Ísak Helgason, stúdent af félagsvísindabraut. Hlynur Steinn Þorvaldsson lýkur A-námi skipstjórnar en hann ekki viðstaddur. Ína Guðrún Gísladóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Ína Guðrún hlýtur þrenn verðlaun. Verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góða námsárangur í íslensku, verðlaun Keresis fyrir góða námsárangur í líffræði og lífeðlisfræði og verðlaun Ísfirðingafélagsins í Reykjavík til minningar Jón Leós veitt fyrir lofsverðaástundun, framfarir í námi og félagsstörf. Jóhanna Berta Bjarkadóttir, stúdent af félagsvísindabraut, ekki viðstödd. Jóhanna Ósk Gísladóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Jón Hjörtur Jóhannesson, stúdent af félagsvísindabraut. Kolbeinn Sæmundur Hrólfsson, stúdent af náttúrufræðabraut. Lára Tella Amó, skiptinemi frá Spáni, lýkur nú 1 árs skiptinemanámi við skólann. Lorenz Susanne, skiptinemi frá Belgíu, lýkur nú 1 árs skiptinemanámi við skólann. Magnús Þórir Þorsteinsson, stúdent af náttúruvísindabraut. Magnús Þórir hlýtur verðlaun Sjóvár fyrir félagsstörf. Margrét Jómundsdóttir lýkur námi á sjúkraliðabraut. Margrét fer að gjöf Nýja testamentið frá Gídeonfélaginu og Rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða en fulltrúar þeirra eru viðstaddir hér í dag. Margrét Lilja Pétursdóttir lýkur námi á sjúkraliðabraut. Margrét Lilja fær að gjöf Nýja testamenti frá Gídeonfélaginu og Rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Auk þess hlýtur hún verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í sjúkraliðagreinum. Matthías Finnbogason lýkur vélstjórnarnámi A. Matthías hlýtur vélstjórnarverðlaun Orkubús Vestfjarða fyrir framfarir í námi.
Máni Snær Örvar, framhaldsskólapróf af lista- og nýsköpunarbraut. Mikulagi Ólafur Frag er stúdent á opinni stúdentsbraut, hann er ekki viðstaddur hér í dag. Móses Helgi Halldórsson, stúdent af fagbraut. Pétur Ernir Svavarsson, stúdent af náttúruvísindabraut. Pétur Ernir hlýtur fern verðlaun. Verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góða námsárangur í frönsku, verðlaun Gámaþjónustu Vestfjarða fyrir góða námsárangur í umhverfismennt, verðlaun Háskólans í Reykjavík fyrir hæstu meðaleinkunn í eðlisfræði og stærðfræði og auk bókagjafa fær verðlaunahafi niðurgreidd námsgjöld fyrsta skólaárið, kjósi hann að hefja nám við Háskólann í Reykjavík. Verðlaun til minningar Guðbjart Guðbjörnsson sem gefin er á Ragnheiði Hákonardóttur, Guðbjarti Ásgeirssyni og fjölskyldu fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum. Rúnar Gísli Gretarsson, framhaldsskólapróf af lista- og nýsköpunarbraut og stúdent af opinni stúdentsbraut. Rúnar Ingi Guðmundsson, framhaldsskólapróf af lista- og nýsköpunarbraut. Smári Karvel Guðmundsson, lýkur vélstjórnarnámi A. Snjólaug Ásta Björnsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Tatjana Snót Brynjólfsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Telma Rut Gunnarsdóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Tryggvi Fjölninsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Tryggvi hlýtur tvenn verðlaun. Verðlaun Eymundsson fyrir góðan námsárangur í ensku og verðlaun Sögufélags Ísfirðinga fyrir góðan námsárangur í sögu. Og þá er komið að stundinni sem allir hafa beðið eftir. Ég ætla að bjóða útskriftarefni Menntaskólans á Ísafirði vorið 2019 að setja upp húfur sínar. Við munum nú veita verðlaun fyrir hæstu meðaleinkunn á stúdentsprófi. Það er aldarafmæli sjóður Ísafjarðarbæjar sem gefur verðlaun fyrir hæstu meðaleinkunnina. Sá nemandi sem hlýtur þessi verðlaun að þessu sinni hóf nám við skólann fyrir 3 árum. Þá þegar hafði hann sett sig það markmið að verða dúx. En það var ekki hans eina markmið,
því hann ætlaði sér líka að verða svo nemandi skólans sem hlotið hefði hæstu meðalöngun frá upphafi. Og það tókst honum. Dugg skólans með meðalenguna 9,69 er Pétur Ernir Svavarsson. Semiduggs með einkunna 9,06 er Ína Guðrún Gísladóttir. Og þá ætla ég að bjóða útskriftarnemendum að fá sér sæti og bjóða hér í pontu Pétur Ernir Svavarsson, Duggs skólans, sem mun flytja ávarp. Kæri skólameistari, kennarar, samnefnendur og aðrir gestir, innilega til hamingju með daginn. Ég vil kannski byrja á því að segja að já, mamma og pabbi vissu ekkert af þessu og ég er búinn að leggja mjög mikið á mig til þess að við komist ekki að þessu. Þannig að fyrirgefðu mamma, ég lauga þér. Ég held að það sé óhætt að segja að þessi dagur hafi í för með sér margar blendnar tilfinningar bæði fyrir okkur nemendur sem og náttúrulega kennara og starfsfólk. Þetta er dagur sem að mörg okkar hafa mögulega beðið eftir lengi, aðrir kannski sá ekki einu sinni fyrir sér að þessi dagur myndi nokkurn tímann koma. En fyrir kennara ímynda ég mér að þetta sé dagur sem margir kvíða fyrir, eða að minnstu kosti þeir sem hafa lært af reynslunni að taka með snýtupappírinn. Já, ég er að tala við þig, Elín ritari. Sem ég held alveg örugglega hafi gleymt honum þetta skiptið. Fyrir mig er þetta dagur, jú, sem ég hef svo sannarlega beðið eftir. Þeir sem þekkja mig vita kannski að ég er ekkert þekktur fyrir að fara hægt í sakirnar og hefur raun allt frá því ég man eftir mér verið að drífa mig dálítið í gegnum lífið. Til að mynda þá held ég að Heiðrún hafi ekki setið marga fundina þar sem nemandi sýnir fram á námsplani Excel-skjali og útskýrir hvernig hann ætlar að klára skólan á 2 árum. Nei, ég veit meina þannig fund. Sem betur fyrir voru mamma og pabbi nú ekki lengi að slá í mig vitinu og þau eru nú orðin heldur sjóuð í því þetta var nú ekki fyrsta né seinasta skipti sem ég þurfti á því að halda. Þegar ég var að leggja höfuðið í bleyti hvað ég ósköpun ég ætti nú að segja í þessar ræðu, þá mundi ég allt í einu eftir atviki sem átti sér stað fyrir alveg þó nokkrum árum. Þannig var það að ég og litli bróðir minn Guðmundur sátum í bílnum með mömmu og við vorum eitthvað að keyra út hérna Seljalandsveginn. Og mamma segir svona allt í einu og bara án alls samhengis: Á ég að segja ykkur strákar hvað ég heyrði í útvarpinu í morgun? Og ég einhvern veginn lít forviða á hana þegar ég skildi ekki alveg hvað það eiginlega gerst. Heyrt í útvarpinu? Ég gerði mér sem grein fyrir því þarna að fólk hlusti enn á útvarp. En hvað það? Hún heldur svo áfram: Ég var nefnilega að heyra að það að vera þakklátur gerir mann hamingjusamari. Svo heldur hún eitthvað áfram með að útskýra hvernig þetta gekk fyrir sig, hvernig heilinn gaf frá sér hin og þessi boð sem ger okkur svo hamingjusamari. Og endar svo á: Já, ég held að það sé bara mjög mikilvægt að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur. Og ég og Guðmundur erum eitthvað svona ennþá að melta þetta allt, enda eflaust ekki mikið eldri en 12 ára og segjum svo eitthvað í líkingu við mjá. En jú, eins og svo oft áður held ég svei mér þá að það hafi verið eitthvað til í því sem hún var að segja. Það er óneitanlega mjög mikilvægt að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur. Og það er ég svo sannarlega. Ég er þakklátur fyrir að hafa aðgang að þessar menntun hér á svæðinu.
Ég er þakklátur fyrir allar stundirnar sem ég varði með leikfélagi Menntaskólans og öllum krökkunum sem ég kynntist í því starfi. Ég er þakklátur fyrir allar þær stundir sem ég hef átt með því yndislega fólki sem ég er svo heppinn að geta kallað vini. Og síðast en ekki síst, þá er ég þakklátur fyrir þann gríðarlega mikla stuðning sem foreldrar mínir hafa gefið mér í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur, sama hversu fáránlegt það er. Já, þeir eru svo sannarlega ófáir hlutinir sem maður lærir í Menntaskólanum í Ísafirði, en ef það er eitthvað sem ég hef lært eftir þessi 3 ár, þá er það eflaust að allir bestu hlutinir í lífinu gerast óvænt. Ég þakka Pétri Erni fyrir óvenjulegt ávarp sem verður nú líklega seint toppað en ef afmælisárgangar treysta sér eftir þetta til að koma hér upp og flytja okkur stutt ávarp og kannski með söng og dansi, að þá er fyrstur á mælendaskrá Steinunn Diljá Högnadóttir sem talar fyrir hönd 10 ára afmælisárgangs. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, heyrið í mér. Ég ætla aðeins að byrja á því að segja að þetta var geggjað atriði, Pétur. En það sem ég held að allir sé að velta fyrir sér er hvaða kennara kystiru? Annars ætla ég nú bara að bjóða góðan dag, ágæti skólameistari, útskriftarnemar, starfsfólk MÍ og aðrir gestir, gleðilega hátíð. Nú fagnar árgangurinn minn 89 10 ára útskriftarafmæli. Samkvæmt mínum útreikningum þýðir það að við verðum líka 30 á árinu.
En ég treysti mínum útreikningum ekki of því stærðfræði eina fagið sem ég féll í MÍ. Það ótrúlegt að hugsa til þess að við séum orðin svo fullorðin, en þannig týnist tíminn. Það virðist svo stutt síðan og það var sannarlega áhyggjuefni að eiga vaktina í vinnunni ef eitthvað skemmtilegt var að vera. Og maður vildi alls ekki vera seinni í röðina í Mötó hjá Lúlú, sem var alltaf með eitthvað gott í matinn. Það var líka mikilvægt að komast á rúntinn með stelpunum, fara á fakkabryggjuna aðeins og fara yfir fataval hverjar annarar fyrir næsta ball eða partí. En áherslunar hafa aðeins breyst. Síðustu 10 ár hef ég gert svipaða hluti á samnefndu mínir. Ferðast, flust búferlum, menntað mig, stofnað fjölskyldu og svo mætti lengi telja. Að loknum menntaskóla fór ég út á vinnumarkaðinn enda óviss með framhaldið. 2 ár liðu og ég ákvað að fara í háskólann þar sem ég lærði íslensku. Það kom mér svolítið á óvart hvað mér leiddist námið og fannst háskólinn ekki eiga við mig. Í lok fyrsta skólaárs var ég ákveðin í að hætta námi og var frekar týnd. Þangað til maðurinn minn spurði mig af hverju ég færi ekki bara í matreiðslunám. Það hafði aldrei hvarflað að mér þrátt fyrir töluverða reynslu og ánægju á faginu, einfaldlega vegna þess að iðnnám þótti ekkert rosalega fínt. En úr varð að ég fór í námið, lauk sveinsprófi og síðar meistaraprófi og hef ekki séð eftir því. Mér finnst fáránlegt að lítið sé gert úr iðnnámi og það sé notað sem einhvers konar hækja við háskólanám eða bóknám. Hvað þá í samfélagi þar sem stöðugur skortur á iðnlærðu fólki. Mér þykir líka skemmtileg staðreynd að ég skulda engin námslán eftir 5 ára nám og hefur réttindi sem nýtast mér hvar sem í heiminum. Ég vona að þetta úrelta viðhorf til annarra námsleiðan háskólanáms muni breytast og unga fólkið okkar og sérstaklega konurnar hræðist ekki að fara í iðnnám. En angar menntaskólans á Ísafirði teygja sig víða. Ég rekst reglulega á fyrrum skóla- og bekkjarfélaga í mínu daglega lífi í Reykjavík þar sem ég bý. 2 bekkjarsystur mínar komu til að mynda fæðingu sonar míns, önnur bekkjarsystir vinnur á sama stað og ég og foreldrar skólabróður míns búa við hliðina á mér. Við í árgangi 89 völdum mismunandi leiðir á loknu námi eins og gengur og erum stödd á mismunandi stöðum í lífinu. En öll eigum við þó sameiginlegt veganestið sem við búum að frá menntaskólanum á Ísafirði. Mér sérstaklega minnistætt þegar einn kennaranna sagði við mig: þér þarf ekki að líka verkefnisteina, þú þarft bara að ljúka því. Í mínum huga er dýrmætt að hafa verið í menntaskóla þar sem kennari þekktu nemendur sína og einstaklingurinn var ekki ósýnilegur. Við í árgangi 89 erum stolt af skólanum okkar og öllu sem MÍ veitt okkur. Takk fyrir mig, MÍ, til hamingju útskriftarnemar og góða skemmtun í kvöld. Ég þakka Steinunni Diljá fyrir góða orð. Næstur á mælendaskrá fyrir þann 25 ára stúdenta er Sigurður Samúels eða Siggi Sam frá Góustöðum. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Kæru útskriftarnemar, skólameistari, kennarar, starfsfólk og aðrir gestir. Ég var og er mjög þakklátur fyrir að halda ræðu fyrir hönd okkar 25 ára útskriftarnema á þessum fallega degi. Leiðin frá þessum útskriftardegi og til þessa dags í dag, 25 ára síðar, er ansi löng, stundum ströng, en oftast skemmtileg og stæði maður ekki hér í þessum sporum nema fyrir fjölda fólks sem eru orðið á vegi manns í gegnum árin og lagt manni lið á einn eða annan hátt. Sama má segja alla hér inni, raun og veru, þið sem eru útskrifast í dag og aðrir útskriftar árgangar. Þetta er ekki bara dagur til að fagna ykkar áfanga, heldur líka að fagna með þeim sem hafa veitt ykkur brautagengi og staðið við bakvið ykkur. Það voru forréttindi að verja menntaskóla árunum í skóla eins og MÍ. Hann er tiltölulega fámennur skóli en það er mikill kostur að mínu mati því að okkar hópi var stemmingin góð og hópurinn samheldinn og skemmtilegur og ég get ekki betur séð en að það sé nákvæmlega saman með útskriftarhópur í dag. Það var eins og gefur að skilja ansi margt skemmtilegt brallað utan skólatíma sem við ætlum nú ekki að rifja beint hér í þessar ræðu. En einnig voru við líka heppin að hafa frábæra kennara. Og það er nú örugglega einhverjir hérna í dag, Jón Reynir, Helga Friðriks, hún var að kenna okkur líffræði, Gunnar Sig í stærðfræðinni, Reynir Kristjáns, efnafræði, Guðun Ólafs í enskunni, Maríanna í íslensku, Gunnar Bjarni í íþróttunum og fleiri. Að mínu mati var stytting framhaldsskólans ekki góð hugmynd. Menntaskólaganga er ekki bara bókalestur og próftökur, heldur ekki síður lærdómur á lífi sjálft. Fólk þarf að læra á fólk og það tekur tíma.
Það þarf að læra að umgangast það af virðingu og sýna umburðarlyndi og skilning. Það lærist ekki með bókarlestri, það lærist með öflugu félagslífi, þar sem krakkar koma saman, eins og hérna áðan, búa til leikrit til dæmis, setja upp sólrisahátíð, búa til skólablað og alls kyns sameiginleg verkefni. Það er frábær undirbúningur fyrir lífið einnig. Ég hef nefnilega upplifað það á eigin skinni eftir að ég fór út á vinnumarkaðinn eftir háskólagöngu að lífið snýst meira og minna það að hafa samskipti við fólk, alls konar fólk. Það sem að það er að sýna tillitssemi og virðingu fyrir fólki af öllum gerðum og hún er nauðsynleg. Á svipum tíma á þessi glæsilegu útskriftarnemar fæddust, fluttist ég úr útkverfi Ísafjarðarbæjar, Holtakverfinu, í annað útkverfi Ísafjarðarbæjar, Kópavog. Ég nefnilega líti eiginlega alltaf á þetta þannig að ég búi í útkverfi Ísafjarðarbæjar. Í því útkverfi sem ég bý núna er það fjölbreytt þjónusta að ég þarf sjaldnar að fara út í bæ eins og var þegar ég bjó í Holtakverfinu. Hins vegar er sérstaklega eitt atriði sem ég fæ ekki í útkverfinu mínu í dag og það er tengingin við ræturnar og upprunan hér. Ræturnar er nefnilega hérna á Ísafirði. Hér er fólkið mitt, hér eru minningarnar á æskunni, skólaárunum og sérstaklega menntaskólaárunum. Ég hveti ykkur, kæru útskriftarnemar, að ef þið jafnvel flytjist á brott til lengri eða skemmri tíma vegna náms eða starfa, að gleyma ekki hvar ræturnar liggja og hlúa vel að þeim ókomna tíð. Kæru útskriftarnemar, nú eru spennandi tímar framundan. Ég býst að mörg ykkar hafi jafnvel ekki hugmynd hvað þið vilja verða þegar þið eru orðin stærri. Það er líka allt í lagi, það kemur með tímanum. Flestir þurfa tíma til að átta sig á hlutunum. Ég tók til dæmis hálft ár í rækjuvinnslu rits hjá Dóra Hermanns og BÍA áður en ég fór í háskóla. Það var líka mjög góður skóli. En munið bara eitt að lokum, elti draumana, ekki vera að spá í hvað öðrum finnst þetta nám eða hitt, eða hvort þetta starf gefur meira af sér en annað. Það á að vera gaman að læra og það á að vera gaman að lifa. Takk fyrir mig, til hamingju með daginn. Ég þakka Sigurði fyrir hans góða ávarp. Fyrir hönd 30 ára afmælisárgangs talar Valgerður Oddsdóttir. Gjörðu svo vel. Kæru nýstúdentar, skólameistari og aðrir gestir. Haustið 1985 byrjaði ég í menntaskólanum á Ísafirði og bjó að heimavistinni öll 4 menntaskóla árin. Öll herbergi voru þá fullnýtt, 2 í hverju herbergi. Við sáum að þvo þvottinn okkar sjálf og þrifum herbergin okkar. Á köldum dögum var notalegt að þurfa ekki að fara út til að fara í skólan, það var hægt að fara undirgöngin til þess. Snorri vistavörður passaði allir færi eftir reglunum og Sonja matráður sá allir fengi að borða. Það má segja að við nemendurnir pössuðum upp á hvort annað, við vorum eins og ein stór fjölskylda. Í einni álmunni voru einsmannsherbergi og þar voru alltaf 4. bekkingar. Það var því ákveðin status að komast þangað og því tilhlökkunarefni að fá að vera í slíku herbergi. Þegar kom að síðasta vetrinum var heimavistin orðin fámennari og allir gátu verið einir í herbergi, jafnvel í 2 manna herbergi. En ég valdi samt að vera í einsmanns herbergi í 4. bekkjar álmunni þó ég hefði vel geta verið í 2 manna herbergi. Það var snjóþyngra á þessum árum en undanfarinn áratug ekki var alltaf hægt að skreppa í helgafrí í Dýrafjörðinn til foreldrana. Eitt árið þegar heimavistin lokaði í páskafríinu þá var ófært yfir Breiðadalsheiði, göngin voru ekki komin. Ég og systir mín fengum þá far með skipi sem fór fyrst á Suðureyri og síðan á Flateyri. Þar þurfti ég að fara frá borði því skipið gat ekki farið í Dýrafjörðinn vegna veðurs. Þar tók nágranni foreldra minna mót okkur og ferjaði okkur á snjósleða yfir Gemrafallsheiðina í Dýrafjörðinn. Fyrir 10 árum, þegar við héldum upp á 20 ára útskriftarafmæli, áttu við góðar stundir hér á Ísafirði. Við fórum í ratleik fótgangandi bæinn og sáum þá fulla rútu af fólki sem voru í fyrrum nemendur úr MÍ.
Þetta var stór hópur sem var að halda upp á 30 ára útskriftarafmæli. Við vorkenndum þeim, geti ekki farið fótganga til sína leiðir, eins og við. Og hétum því að þurfa ekki rút eftir 10 ár. Við stóðum við það. Við erum blessunarlega heilsuhraust og valhoppuðum með bæinn í gær. Þó að einhver væri mögulega fótafúinn, þá hefði verið óþarfa að panta rútu. Því að við erum það fámir þetta árið að við komumst jafnvel í einn fólksbíl, jafnvel í Toyota Yaris. Vonandi þurfum við að panta rútu eftir 10 ár. Kæru nýstúdentar, vonandi kveðið þið skólann ykkar með góða minningar, vonandi hafið þið eignast góða vini og fengið tækifæri á að blómstra á ykkar forsendum. Megið þið hafa þor og kjark til að láta drauma ykkar rætast, framtíðin er ykkar. Að lokum vil ég biðja skólameistara að koma og taka á móti peningagjöf til skólans á upphæð 85.000 krónum frá okkur 30 ára stúdendum. Ég þakka Valgerði fyrir hennar góða ávarp og afmælisárgangi hennar fyrir gjöf til skólans. Næstur til máls tekur Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir fyrir hönd 40 ára stúdenta. Gjörðu svo vel, Ólína. Kæru útskriftarnemar, skólameistari, starfsfólk menntaskólans og aðrir gestir. Fyrir hönd 40 ára stúdenta frá menntaskólanum á Ísafirði færi ég ykkur öllum hjartanlegar hamingjóskir í tilefni dagsins. Og því til staðfestingu vill árgangurinn færa skólanum peningagjöf sem lögð verður inn á gjafasjóð skólans og mun vonandi koma að góðum notum til kaupa á tækjum eða búnaði sem skólinn þarfnast. En við sem útskrifuðumst frá menntaskólanum á Ísafirði árið 1979 eigum ljúfar minningar frá þeim dögum þegar vindurinn nætti inn hverja glufu á gamla barnaskólahúsinu þar sem menntaskólinn var sín fyrstu ár og ekki sást út rúðurnar fyrir frostrósum. Við hýrðumst í lopapeysum, syfjuð og lúin undir ströngum beygingareglum þýskunnar, leyndardómum eðlisfræðinnar og léttum okkur lífið í löngu frímínútum með ískaldri kókómjólk og heitum súkkulaðisnúð úr gamla bakaríinu. Þetta voru góð ár, þau liðu hratt og fyrr en varði vorum við runnin út á brautir lífsins hvert í sína áttina. Nú eru aðrir tímar og aðeins öðruvísi búið að framhaldsskólanemendum en grunngildin í starfi skólans eru söm. Fyrir útskriftarnemum dagsins vil ég rifja upp ljóðmæli borgfirska skáldsins Guðmundar Böðvarssonar sem orti. Í vegarins ríki lá rauður steinn, við riðum þar hjá eins og gengur. Með háværum þys í þeysandi hóp þá var ég ungur drengur, en röðull skein þá hverri rós á brá, við riðum þar hjá. En ljósið fjall á hann örskamma stund með ósegjanlegu bliki. Við hvarflandi jóreik og hófaspark hann hvarf mér í vegarins ríki. Eins og rúbínsteinn var hann rauður og hreinn, eins og rúbínsteinn. Hér harmar skáldið glötuð tækifæri æskunnar, verðmætin sem lágu í götu okkar eins og rauður steinn og við of upptekin af ærslum líðandi stundar til að gefa því gaum og riðum þar hjá. Við sáum kannski glitta í þau eitt augnablik en hraðinn var of mikill, hávaðinn og rykið sem lífið þyrlar stundum upp, að þau hurfu sjónum okkar. Og þannig fer mörg verðmæti lífs okkar, sum þeirra sjáum við aldrei, önnur blika við okkur rétt aðeins í augnablik. Passið ykkar rúbínstein. Stundum sagt að það þurfi þorp til að ala upp barn. Uppeldi einstaklings hvílir á mörgum,
foreldrum, ættingjum, skólanum, samfélaginu. Þið, kæru útskriftarnemar, eru hluti af heild og brot af þeirri heild samankomin hér í dag. Munið þennan faðm. Munið skólan ykkar sem svo mikilvæg stoð í ykkar unga lífi og því samfélagi sem hér hefur byggst upp. Minnist hans með hlýju og víkið til hans góðu í orði, umtali og athöfnum. Á því veltur velferð lítils samfélags að fólk standi saman og meti það sem máli skiptir, ekki síst þá innviði sem framtíðin byggir á. Megi gæfan fylgja ykkur og lýsa upp þau tækifæri sem bíða þannig að þau hverfist aldrei í ryki og hófasparki fánýtra hluta, heldur hafni í höndum ykkar eins og rúbínsteinn, rauður og hreinn. Það mér sérstök ánægja sem fyrrverandi skólameistara við Menntaskólann á Ísafirði að fá í dag persónulega að óska skólanum allra heilla í hans mikilvægu samfélagsþjónustu og undir þær óskir taka 40 ára afmæli stúdentar. Til hamingju með daginn. Ég þakka Ólínu Þorvarðardóttur fyrir gott ávarp og góð og falleg orð í garð skólans. Nú komið að tónlistaratriði en það Pétur Erni Svavarsson sem mun syngja Bring Him Home úr Vesalingunum eftir C.M. Sönberg og við undirleik Halldórs Márássonar sem 10 ára stúdent. Gjörið þið svo vel.
Ég þakka þeim Pétur Erni og Halldóri fyrir frábæran tónlistarflutning. Líka ég þurfi svona smá tíma til að jafna mig. Ég mun nú beina orðum mínum til ykkar ágætu útskriftarnemar. Fyrir hönd allra starfsmanna skólans óska ég ykkur til hamingju með daginn. Við kveðjum ykkur með blendnum tilfinningum, söknuði og gleði. Fyrir rúmri öld síðan ritaði Guðmundur Finnbogason lýðmenntun. Þar segir hann meðal annars: Gildi menntunar. Menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi. Lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir sjálfan hann og aðra. Enginn getur orðið að manni nema í samfélagi annarra manna. Í þessum orðum Guðmundar felst að manneskjan hefur möguleika til að vaxa og bæta tengsl sín við umhverfi sitt og einnig til að ná tengslum við sjálfan sig. Ágætu útskriftarnemar, vonandi hefur það markmið skólastarfsins náðst sem er að veita ykkur þekkingu, leikni og hæfni sem styrkir getu ykkar í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í samfélagi sem kennir sig við lýðræði og jafnrétti. Að lifa í samfélagi sjálfum sér og öðrum til gagns útheimtir virðingu, bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum og einnig hæfni til að setja sig í spor annarra og finna til samkenndar. Þetta er í raun forsendan fyrir velgengni í lífi og starfi. Virðingin er skyld kærleikanum sem Páll postuli samdi Óðinum í fyrra Kórinthubréfi sínu til Kórintumanna, en þar segir hann meðal annars: Þótt ég talaði tungu manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Hugsjón Guðmundar gildi menntunar og kærleiksboðorð Páls postula eru ennþá mikilvægari nú við upphaf 21. aldar en var fyrir rúmum 100 árum og hvað þá fyrir 2000 árum. Í bók sinni Gæfuspor segir Gunnar Hersveit: Kærleikurinn til annarra verður að teljast æðsta stig mannlegrar viðleitni. Að bera hag
óviðkomandi fyrir brjósti og að vera viljugur til að gera eitthvað sem skiptir máli fyrir aðra og jafnvel að fórna einhverju af eigin gæðum til að svo megi verða, er kærleikur. Að vera sama hvað öðrum finnst, að vera ekki að leita eftir hrósi annara eða koma sér vel í einhverjum hópi, en gera kærleiksverki samt og vilja ekki verða víðkunnur fyrir það. Þar birtist kærleikur. Tilvitnun lýkur. Kærleikurinn tengist einnig vináttunni. Með veru ykkar í skólanum, þá hafið þið eignast vináttu skólasystkina. Ræktið þessa vináttu og viðhaldið góðum tengslum við góða vini, lífið út í gegn. Kæru útskriftarnemar, berið virðingu fyrir sjálfum ykkur og fyrir öðrum lífverum og einnig fyrir umhverfinu. Þið skuluð umgangast aðra af tillitssemi og þekkja rétt annara og forðast græðki og skeytingarleysi. Þið getið örugglega ekki allt sem hugur ykkar stendur til í lífinu, en eitt er víst að þið getið mun meira en ykkur hóra fyrir. Það getið þið ekki vitað nema að reyna. Verið óhrædd við að takast á við breytingar, látið ekki reka á reiðanum og notfærið ykkur þá aðstoð og heilræði sem bjóðast. Leggið rækt við hæfileika ykkar og hugsið meira andlega vitund en efnisleg gæði. Lífið er yndislegt, sjáðu, það er rétt að byrja hér. Syngja útskriftarnemar gjarnan þegar þeir kveðja skólan á Dimmisjón. Munið það ágætu útskriftarnemar að lífið er ekki mælikvarði á það hversu oft þið andið, heldur hversu oft þið gleymið að anda af gleði og fögnuði. Haldiði áfram að læra, verið forvitin og veitið þeim athygli sem eru öðruvísi en þið og einnig því smáa og fagra sem leynist allt umkring. Þrátt fyrir mótlæti og þær ógnir sem vofa alltaf yfir veröldinni, þá er engin vafi að veröldin verður alltaf yndisleg og ávallt verður rík ástæða til að gleðjast og deila gleðinni með öðrum. Starfsmenn skólans, skólasystkini ykkar og fjölskyldur hafa með margvíslegum hætti aðstoðað ykkur að þessum vegamótum lífsins sem þið standið á í dag. Verið þeim þakklát fyrir þennan stuðning. Með því að verða nýtarmanneskjur endurgjaldið þið best þar sem ykkur hefur verið fært í hendur. Ágætu útskriftarnemar, bestu þakkir fyrir prýðilega kynningu og ánægjulegar samverustundir. Þessi árgangur mun seint gleymast. Til hamingju með árangurinn og megi lífi ykkar, sem er rétt að byrja hér, halda áfram að vera skemmtilegt og yndislegt. Það líður nú að lokum þessara samveru hér. Ég þakka samstarfsfólki mínu fyrir alla þá aðstoð sem þeir veittu hér við þessa athöfn og ítreka þakkir til þeirra sem sáu tónlistarflutning. Ég þakka þær viðurkenningar og gjafir frá velunnurum skólans sem afhenta voru við þessa brautskráningu. Það er nú hefð fyrir því í lokin að syngja alþjóðlega stúdentasönginn við útskriftarathöfn og það munum við nú gera. Ég bið alla viðstadda rís úr sætum, sérstaklega útskriftarnema að taka nú vel undir, þið eru vel æfð. Undir leikur Dagný Arnarsdóttir. Ég segi 49. starfsári menntaskólans lokið. Skólanum er slitið.